Jæja, komið sæl. Í dag langar mig að fjalla eitthvað sem að tengist því sem ég var að tala síðast. Síðast var ég að tala þrenninguna og þetta tengist því vissulega. Þó þetta sé á öðrum toga. Það hefur að gera með skilning okkar á eðli Jesú Krists. Kom hann raunverulega í mannlegu holdi? Eða var það aðeins einhver sjónhverfing? Margir, sérstaklega á fyrstu öldum eftir Krist, vildu halda því fram. Það að Jesú Kristur kom í holdi, það er játning sem bergmálar í gegnum aldirnar. Sannleikur sem er svo djúpstæður að hann brúar heiminn og jörð. Jesús Kristur kominn í holdi. Þessi orð eru ekki aðeins yfirlýsing trú, þau eru hjartsláttur trúar okkar og grundvöllur sem allt annað hvílir á. Að játa þetta er að stíga inn í veruleika, þar sem að hið guðlega og hið mannlega mætast. Þar sem að kærleikur Guðs er ekki fjarlægur, heldur nálægur, svo nálægur að hann klæddist holdi, gekk meðal okkar og bar sorgir okkar. Það að játa að Jesús hafi komið í holdi er meira en að viðurkenna sögulegan atburð. Það er hinn yfirþyrmandi sannleikur að skaparinn varð hluti af sköpuninni, að hinn syndlausi sonur Guðs tók á sig eðli þeirra sem hann kom til að frelsa. Þessi játning snýst ekki bara fæðingu hans, það snýst líf hans, dauða hans og upprisu hans og hvað allt þetta þýðir fyrir okkur. Þegar við segjum að Jesús Kristur hafi komið í holdi, erum við að lýsa yfir einhverju róttæku. Guð var ekki fjarlægur, hann var einn af okkur. Þetta er kletturinn sem að trú okkar stendur á, hinn óhagganlegi sannleikur sem Pétur boðaði þegar hann sagði: Þú ert Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Og sú játning var ekki bara orð, það var viðurkenning á því að í Jesú hafi himinninn snert jörðina. En hvers vegna skiptir þetta svona miklu máli? Vegna þess að ef Kristur var ekki raunverulegu maður, þá voru þjáningar hans ekki raunverulegar. Ef hann átti ekki fyllilega hlutdeild í okkar holdi, þá getum við ekki gert tilkall til sigur hans yfir syndinni. En hann gerði það. Hann fann til hungurs, þekkti þreytu, grét af sorg og þoldi kvöl á krossi. Allt til að við getum vitað að hann hefur skilning á baráttu okkar. Og þó að hann væri í holdinu, þá var hann syndlaus. Þetta er leyndardómurinn og kraftaverkið, guðdómur klæddur mannlegu eðli, heilaleiki sem gengur meðal hinnar brotnu, en þó óflekkaður af fallinu. Að játa þetta er að hafna öllum legum sem gera lítið úr Kristi, hvort sem það er með því að afneita guðdómi hans eða mennsku hans. Það eru raddir þá og nú sem snúa þessum sannleika, sem myndi gera hann aðeins að anda eða aðeins að manni. En andi Guðs vitnar hvort tveggja. Hann er fullkomlega Guð og fullkomlega maður. Og þetta er játningin sem markar sanna trú. Enda lesum við í 1. Jóhannesarbréfi 4, fyrstu 3 versin: Þér elskaðir, trúið ekki sérhverjum anda, heldur reynið andana hvort þeir séu frá Guði. Því margir falsbámenn eru farnir út í heiminn og af þessu getið þér þekkt anda Guðs. Sérhver andi sem játar að Jesús sé Kristur kominn í holdi er frá Guði. En sérhver andi sem ekki játar Jesú er ekki frá Guði. Hann er and Kristins andi sem þér hafið heyrt að komi og nú þegar er hann í heiminum. Það sem hann er að segja er að við þurfum að játa að Jesús Kristur, að hann sé Kristur. Kristur eða Kristos er gríska orðið yfir Messías. Messías sem Ísraelsmenn höfðu beðið eftir aldir, en tóku svo að lífi þegar hann loksins kom. Við eigum sem sagt ekki að hlusta á einhverja sem segja sig vera að kenna orð Guðs, en hafna því að Jesús sé Messías. Og í öðru lagi, þá
þá eigum við ekki að hlusta á þá sem að hafna því að Jesús sem er Messías hafi raunverulega komið í holdi. Og nú nýlega heyrði ég þá röksemd að þegar að Jóhannes talar þetta hér, þá sé hann að meina að við þurfum að trúa því að Jesús hafi ekki bara komið í holdi fyrir 2000 árum. Við þurfum að trúa því að Jesús Kristur sé raunverulega komin í okkar holdi. Það er að hann dvelur í okkur og því er hann komin í dag í okkar holdi. Og það er vissulega falleg hugsun og alls ekkert röng hugsun. Eins og við lesum til dæmis í Galatabréfinu 2:20 þar sem segir: Ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Þarna sjáum við að Páll segir að Kristur lifir í honum. Það má því með sanni segja að Kristur sé komin í holdi, eins og Jóhannes orðar það, og útleggja það þannig að hann hafi ekki aðeins komið í holdi fyrir 2000 árum, heldur en hann sé komin í okkar holdi, þar sem hann lifir í okkur. Páll líkir þessu við að íklæðast, eins og hann segir í Rómverjabréfinu 13:14. Íklæðist heldur drottni Jesú Kristi og alið ekki önn fyrir holdinu, svo að það verði til að æsa gyndir. Við klæðumst daglega í klæði sem fölnar, í sjálfsmynd okkar sem breytist með hverjum skoðanavindi, í hlutverk sem krefjast framistöðu. En innra með okkur býr þrá eftir að vera vafin í eitthvað óhagganlegt, eitthvað guðlegt. Til að íklæðast Kristi þurfum við fyrst að aðklæðast, leggja niður gamla sjálfið með ástríðum þess og gindum. Og þegar við aðklæðumst okkar gamla, þá stöndum við ekki eftir nakin og í skömm. Kristur heilir okkur, ekki með tímabundinni lausn, heldur með réttlæti sem er ofið í vefstól himinsins. Það er þá sem að Kristur lifir í okkur. Nú við höfum líka þennan texta í Rómverjabréfinu 8:10. Ef Kristur er í yður, og þarna sjáum við þetta aftur, Kristur er í yður, hann er komin í holdi, okkar holdi. Og hann segir, þá er líkaminn að sönnu dauður vegna syndarinnar. En svo heldur hann áfram og segir, en andinn veitir líf vegna réttlætisins. Hann er því að leggja því að sömu að Kristur er í yður og að andinn veitir líf. Hvernig er það þá raunverulega sem að Kristur er í yður? Það er fyrir andan sem veitir líf. Þannig er Kristur í yður. Hann dvelur því ekki í okkur í eigin persónu, heldur í persónu heilags anda. Og við sjáum það líka í Opinberunarbókinni 3:20 að hann þráir að fá að dvelja í okkur, eins og segir þarna, sjá ég stend við dyrnar og kný á, ef einhver heyrir röst mína og lýkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neita kvöldverðar með honum og hann með mér. Þetta er boðskapur til okkar í dag. Þetta er boðskapur til Laodíkeu, síðasta safnaðarins áður en Kristur kemur aftur. Og hann segir standa við dyrnar og þráir að koma inn, sem þýðir að hann er ekki komin inn. Hann er að bíða eftir að við opnum fyrir honum. Og hvernig dvelur hann í okkur? Fyrir heilagan anda. En það segir Jesús sjálfur í Jóhannes 14:16-18, ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara, þannig að ef það er annar hjálpari, er það þá Jesús eða er það einhver annar? Það er einhver annar og hann segir okkur hver þetta er. Hann segir að hann sé hjá yður að eilífu anda sannleikans. Þannig að það er andi sannleikans, það er ekki Jesús, það er einhver annar. Og hann heldur áfram að segja sem heimurinn getur ekki tekið á móti því hann sér hann ekki né þekkir. Þér þekkið hann því að hann er hjá yður og hvar verður hann? Í yður. En ætlaði ekki Jesús að vera í okkur? Hér segir hann að einhver annar ætlaði að vera í okkur. Og síðan segir hann
Ekki mun ég skilja yðar eftir munaðarlausa, ég kem til yðar. Hann ætlar að vera í okkur. Átti það ekki að vera heilagur andi? Það er vegna þessa texta og margra svipara sem að sumir segja að heilagur andi sé ekki önnur persóna, heldur andi Jesú, og þetta sé sama persóna en mismunandi birtingamynd. En hvernig getur þá Jesús sent hann ef þetta er hann sjálfur? Ekki getur hann sent sjálfan sig. Og eina leiðin til að skilja þetta er að lesa texta eins og í Jóhannes 10, 27-31. Mínir sauðir heyra raust mína og ég þekki þá og þeir fylgja mér. Ég gef þeim eilíft líf og þeir skulu aldrei eilífu glatast og enginn skal slíta þá úr hendi minni. Faðir minn sem hefur gefið mér þá er meira en allir og enginn getur slitið þá úr hendi föðurins. Ég og faðirinn erum eitt. Gyðingar tóku aftur upp steina til að grýta hann. Og hvers vegna vildu þeir grýta hann? Vegna þess að með því að segja ég og faðirinn erum eitt var hann í raun að segja að hann væri Guð. Það var guðlast í þeirra huga og það er guðlast nema það sé satt sem það er. Þannig að ef Jesús og faðirinn eru eitt, eru þá ekki heilagur andi og faðirinn eitt og er þá ekki Jesús og heilagur andi eitt. Þannig ef heilagur andi er innra með okkur, er þá ekki Jesús þar líka og faðirinn. Það er þannig sem Jesús getur sagt að hann verður hjá okkur allt til enda veraldar, ekki í eigin persónu, heldur í persónu heilags anda. Og ástæðan fyrir því að ég er að sýna ykkur þetta er til að skilja að þegar að Jóhannes segir í textanum sem ég lasa áðan, 1. Jónasarbréf 4:1-3, sér hver andi sem játar að Jesús er Kristur kominn í holdi er frá Guði, þá er það í sjálfum sér ekkert rangt að túlka það þannig að hann sé kominn í okkar holdi. En hann er ekki þar í eigin persónu, hann er í okkur, í okkar holdi, í persónu heilags anda. En það segir hann síðar í sama kafla í versi 13. Við þekkjum að við erum stöðugir í honum og hann í oss af því að hann hefur gefið oss af sínum anda. Þannig að það sem við vitum að heilagur andi dvelur innra með okkur, þannig getum við vita að Jesús er einnig innra með okkur. Það sem Jesús, hann er í andanum. Og hann segir ekki heilagur andi hér, þó að ég trúi að hann sé að tala heilagan anda. Hann er að segja í sínum anda. Og orðið andi kemur fyrir víða án þess að vísa til heilags anda. Til dæmis þegar Kristus segir sælir eru fátækir í anda, því að þeirra er himnaríki, þá er hann ekki að tala heilagan anda, það er andi í allt öðrum skilningi. Við þurfum því að vita í hvaða skilningi notar hann orðið andi hér. Til dæmis segir í Markus 2:8, samstundis skynjaði Jesús í anda sínum að þeir hugsuðu þannig með sér og hann sagði við þá, hví hugsið þér slíkt í hjörtum yðar? Hér er ekki verið að tala heilagan anda, Jesús einfaldlega skynjaði þetta innra með sjálfum sér, en margir benda á svona texta og segja, sjáðu, heilagur andi er ekki persóna, heldur bara andi Jesú. Og við þurfum að gera greinamun á anda sem getur einfaldlega verið líf eða hugur eða innri persóna einstaklings og svo persónunni heilagur andi sem er huggarinn sem Kristur sendi til að vera innra með okkur allt til enda veraldar. Snúum okkur aftur hér að 1. Jónasarbréfi 4:1-3. Því við þurfum að komast að því hvað Jóhannes var að meina hér. Var hann að meina að Jesús sé kominn í okkar holdi sem í sjálfum sér er ekkert rangt eins og við höfum séð? Eða var hann að tala að við þurftum að trúa því að Kristur hafi raunverulega komið í mannlegu holdi? Rifjum þetta aðeins upp aftur. Þér elskaðir, trúið ekki sérhverjum anda, heldur reynið andana hvort þeir séu frá Guði, því margir falsbámenn eru farnir út í heiminn. Af þessu getið þér þekkt anda Guðs, sérhver andi sem játar að Jesús sé Kristur kominn í holdi er frá Guði. En sérhver andi sem ekki játar Jesú er ekki frá Guði. Hann er and kristins andi sem þér hafið heyrt að komi og nú þegar er hann í heiminum.
Ef við segjum að hann sé að tala að Kristur sé komin í okkar holdi, þá býður það ákveðinni hættu heim. Það er að þá þurfum við ekki að trúa því að hann hafi raunverulega komið í holdi fyrir 2000 árum. Þá getum við alveg trúa því að hann hafi bara verið einhver sjónhverfing og að hann hafi ekki komið í sínu eigin mannlega holdi. Og það sem vert er að skoða til að átta að sjá því hvað Jóhannes var raunverulega að meina er hvað var vandamálið sem hann var að takast á við. Það vill svo til að við vitum hvaða vandamál hann var að fást við. Hann segir margir falsspámenn eru farnir út í heiminn. Þannig hann er með einhverja menn í huga þegar hann skrifar þetta. Hverjir voru þessir menn sem hann kallaði falsspámenn? Hvað voru þeir að kenna? Getum við vita eitthvað þetta vandamál úr kirkjusögunni? Já, reyndar getum við það. Þetta vandamál er vel dregið saman í staðhæfingu Péturs að Jesús sé Kristur, sonur hins lifanda Guðs, og í hinni einföldu trúar yfirlýsingu Páls sem segir bara að Jesús er drottinn. Og frumkristnir trúðu því að hann væri Guð í æðstu merkingu þessa orðs og gerðu þessa trú að hornsteini trúar sinnar. Hold og blóð gat ekki opinberað eða útskýrt þennan sannleika. Það verður að meðtaka með trú. Þessi fullvissa frumkirkjunnar þrenninguna og guðlegt og mannlegt eðli Krists var byggt á skýrum kenningum Jesú og postulana. Það var hins vegar ekki mörgum árum eftir að Kristur steig upp til himna að skæðir vargar tóku að eyðileggja hjörðina og innan kirkjunnar sjálfar risu upp menn sem töluðu rangsnúna kenningu og drógu lærisveinana á eftir sér. Hér er eitthvað sem ég hef fundið úr kirkjusögunni varðandi docetism og gnosticism. Docetism kemur frá grísku orði sem þýðir að birtast. Docetism tók á sig ýmsar myndir, en grundvallar hugmyndin var sú að Kristur virtist aðeins hafa líkama, að hann væri andi en alls ekki maður. Orðið leit aðeins út fyrir að hafa verið holdlegt eða holdgert. Þessi villutrú kom upp á tímum postulana og hélst langt fram undir lok annarar aldar. Docetism var sérstaklega einkennandi fyrir hópa eins og Ebionites og Gnostics. Hinir fyrrnefndu voru kristnir gyðingar sem héldu sig stranglega við helgisíðu og venjur gyðingadóms, en þeir síðarnefndu voru fyrst og fremst kristnir heiðingjar. Gnosticism var lítið annað en blanda af heiðinni heimspeki dulbúin í skjóli kristinna hugtaka. Eldri og hugsanlega sönn hefð bendir á að Símon sem fjallaði í postulasögunni að hann hafi verið fyrsti talsmaður villuvarðandi eðli og persónu Krists og sem fyrsti kristni gnostik. Nokkrum árum síðar reis upp kristinn maður að nafni Serithus í Alexandríu. Hann neitaði því að Kristur hefði komið í holdi og hélt því fram að meint holdgerving hans væri sýnileg en ekki raunveruleg. Ebionites voru ekki gnostik sem hefðu svipaða skoðanir á eðli Krists. Þeir litu á Krist sem aðeins bókstaflegan son Jósefs, en valinn af Guði sem Messías, vegna þess að hann skar sig úr fyrir guðrækni og hlýðni við lögmálið og var ættleiddur sem sonur Guðs við skýrd sína. Einn hópur kenndi að Kristur hefði bókstaflega verið getinn af föðurnum á liðnum öldum og væri því óæðri honum. Öfugt við Ebionites sem litu á Krist sem í meginatriðum æðri mannesku, neituðu Gnostics almennt að hann væri manneskja yfirleitt. Þeir hugsuðu Krist sem anda eða æjón sem yfirtók Jesú, venjulega mannesku stundarsakir. Guðdómurinn tók ekki á sig raunverulegt hold samkvæmt þessu. Varðandi gífurleg áhrif gnosticism á kristni bendir kirkjusagfræðingur La Tourette á þann möguleika að tíma hafi meirihluti þeirra sem töldu sig kristna aðhyllast eina eða aðra af mörgum myndum þess.
Gnostisism sem kom smám saman upp á postulegum tímum náði hámarki áhrifa sinna á kirkjuna á annarri öld. Kirkjan viðurkenndi þá alvarlegu ógn sem stafaði af gnostisism og barðist hetjulega á móti. Íreníus skrifaði á síðari hluta annarrar aldar og bendir á að Jóhannes hafi skrifað guðspjall sitt í þeim sérstaka tilgangi að hrekja kenningaskoðanir. Í bréfum sínum varar Jóhannes enn skýrar við kenningarvillunni sem hann stimplar sem andkrist. Í fyrstu fangelsisvistinni í Róm 62 eftir Krist varaði Páll trúuð í Kólossu við kenningarvillu og svipað leyti lét Pétur í ljós enn sterkari viðvaranir. Og við lesum líka í Júdasarbréfinu og í Opinberunarbókinni Gnostics. Á fyrri hluta annar aldar risu upp ýmsir gnostikkennarar til að hrjá kirkjuna með skalegri villutrú sinni. Áberandi meðal þeirra var Basílides og Valentínus, báðir frá Alexandríu. En ef til vill var áhrifamesti og farsælasti talsmaður hugmynda dositism uppi á síðari hluta sömu aldar. Hann var alls ekki gnostik, en skoðanir hans á Kristi líktust mjög gnostikum skoðunum. Hann hélt því fram að fæðing, líkamlegt líf og dauði Jesú væri ekki raunverulegt, heldur gæfi aðeins yfirbragð raunveruleikans. Gegn grófum villum dositism barðist kirkjan hugrökk. Á síðari hluta annar aldar steig Íreníus djarflega fram sem mikill baráttumaður réttrúnaður gegn villutrú. Verk hans gegn villutrú, sérstaklega gnostik villutrú, hefur varðveist til dagsins í dag og hann lagði áherslu á einingu Guðs. Það þarf því ekki að vefjast fyrir okkur hvað Jóhannes var að fást við með skrifum sínum. Hann var ekki að berjast gegn einstaklingu sem efuðust hvort Kristur hafi komið í okkar holdi, heldur voru margir svokallaðir kennimenn sem efuðust að Kristur hefði raunverulega komið í mannlegu holdi. Hold Krists var ekki bara skjól, það var verkfæri sáluhjálpar okkar. Á krossinum bar líkami hans þunga sekta okkar. Blóði hans var úttelt okkur til fyrirgefningar. Það var engin blekking, engin andleg sjónkverfing. Þetta var raunveruleg þjáning, raunverulegur dauði. Og vegna þess að hann tók sannarlega á sig hold, var upprisa hans alveg jafn raunveruleg. Hann hvarf ekki eins og draugur, hann stóð frammi fyrir lærisveinum sínum, sýndi þeim sár sín, át með þeim og sannaði að sjálfur dauðinn var sigraður á krossinum. Hvað þýðir þetta fyrir okkur? Það þýðir að hjálpræði okkar, það er ekki sjónkverfing. Það er jafn áþreifanlegt og naglarnir í höndunum hans, jafn örugt og tóm gröfin. Og þegar við erum skírð til Krists erum við saminuð honum í dauða hans og upprisu. Gamla sjálfið, lífið sem stjórnaði er af synd og holdi, er grafið með honum og við erum reist upp til að ganga í nýju lífi. Þess vegna gat Páll sagt, ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Sami kraftur og reisti Jesú upp frá dauðum starfar nú í okkur og umbreytir okkur innanfrá. Þetta er kjarninn í játningu okkar. Ekki bara að Kristur hafi komið í holdi, heldur að hold hans sé orðið von okkar. Mannlegt eðli hans er endurlausn okkar, upprisa hans er loforð okkar. En játningin sem situr aðeins á vörum er innantóm. Sannleikurinn Jesú kominn í holdi hlýtur að breyta lífi okkar. Ef hann tók á sig eðli okkar til að bjarga okkur, þá hlýtur líf okkar að endurspegla líf hans. Það þýðir að snúa frá vegum holdsins, eigingirninni, hrokanum, syndinni sem eitt sinn stjórnaði okkur og gefast anda hans. Það merkir að ganga eins og hann gekk, í kærleika, í auðmýkt, í hlýðni við föðurinn. Á sama hátt og lærisveinarnir snertu hendur hans og síðu, erum við kölluð til að sýna heiminum
að Kristur er raunverulegur, ekki bara í sögunni, heldur í okkur. Orð hans, orð okkar og gjörðir okkar, elska okkar til hvers annars. Þetta eru sönnun þess að hann er kominn í holdi og er lifandi í dag. Þegar við játum hann fyrir öðrum, játar hann okkur frammi fyrir föðurnum, og þegar við lifum sem líkami hans, sér heimurinn hjarta hans. Svo sannarlega sem ég lifi, segir Drottinn, fyrir mér skulu öll kné beygja sig og hver tunga vegsama Guð, segir í Rómverjabréfinu 14:11. Þetta er ekki tillaga, þetta er ekki ábending sem er milduð í myndlíkingum eða deyfð í dulúð. Þetta er guðleg ákvörðun sem krefst viðbragða frá sérhverri sál. Fyrirheitið ómar í gegnum spádóma og brýst út á morgni miskunnar. Tíminn er ekki bara að koma, hann er núna. Við erum kölluð til að játa, ekki bara með vörum, heldur í lífi okkar, ekki bara í helgisíðum, heldur í raunveruleikanum. Ekki að hálfum hug, heldur að fullri auðmýkt frammi fyrir Guði. Hugmyndin að Guð komin í mannkynssöguna í mannsmynd öðrar skilningi okkar á bæði guðlegu og mannlegu eðli. Þessi játning að Jesús Kristur, hinn guðlegi, hafi tekið á sig manns hold, þjónar sem hornsteinn trúarinnar. Það er umbreytandi sannleikur sem hefur mótað menningu og kveikt byltingar og hrært sálir ótal trúaðra. Í Nýja testamentinu snerti Tómas postuli sár hins uppreisna Krists. Efi hans umbreyttist í hollustu þegar hann mætti líkamlegum veruleika Jesú, samtvinnuðum guðdómleika hans. Þessi stund undirstrikaði áþreifanlegan sannleika holdtekjunar. Guð ekki aðeins sem andlegt afl, heldur sem hold og blóð. Ímyndaðu ykkur að ganga eftir ríkugum vegum Galíleu með fyrstu lærisveinunum, fiskimönnum og tollindumönnum sem heyrðu kall manns sem var ekki bara einn kennari eða spámaður, heldur Guð sjálfur í mannsmynd. Þegar þið gangið heyrið þið muldur mannfjöldans sem safnast saman, dregið af loforðinu eitthvað alveg nýtt, eitthvað sem myndi til frambúðar breyta því hvernig mannkynið skilur hið guðlega. Þegar við játum að Jesús hafi komið í holdi, erum við að lýsa yfir: traust mitt er á því sem Kristur hefur gjört, ekki á tilfinningum, ekki á því sem ég óttast, heldur á því sem opinberast í fullkomnun. Sá sem bar veikleika okkar í líkama sínum talar styrkin í sorg okkar. Að vita hvað Jesú þoldi gerur okkur kleift að þola það sem við stöndum frammi fyrir. Þegar við segjum Kristur kominn í holdi, erum við að segja hann veit hvernig mér líður, því hann leið til að tryggja mér hjálpræði. Sönn játning birtist þegar Kristur lifir í okkur, með hverju þolinmóðu svari, sérhverri óeigingirni athöfn, hverju yfirvegari ákvörðun, sérhverju orði, krydduðu með náð, hverju fórn sem endurómar kærleika hans. Núna fylgist himinin ekki aðeins með yfirlýsingum okkar, heldur viðbrögðum okkar. Orðið var hold til þess að hold okkar gæti borið orðið. Játning er því ekki aðgerðarlaus, hún er sigur þar sem hugsanir eru fangaðar, lífinu umbreytt, hjörtu eru auðmýkt og dýrð ríkis Guðs birt. Að játa Krist er að laga sig að Kristi. Að staðfesta komu hans í holdi er að viðurkenna að hann sem okkar fyrirmynd, að helga okkur þjónustu hans. Svo þegar þú talaðu af kærleika og kunngjörð þú með lífið þínu. Jesú Kristur er kominn og hann lifir. Hann lifir fyrir þig og fyrir mig. Hann var Guð í holdi, nú verður holdið að birta Guð.